Komiði sæl, synir Egilsins á þessum sunnudegi sem og öðrum. Hér í seinni hluta þáttarins koma til okkar Róbert Marshall sem aðstoðarmaður borgarstjóra, Ásta Lóa Þórsdóttir sem þingkona í flokki fólksins og Halla Gunnarsdóttir formaður VR. Ef við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins, það Lára Súmíla Ómarsdóttir, Eiríkur Örn Norðdal skáld og rithöfundur og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Við allir velkomin. Takk. Í fréttum áðan við það að það brestir komnir í vopnahlið á Gaza. Já, það var nú bara í morgun að þá réðust Ísraelsmenn með loftárásum á Gaza og segja að Hamas hafi brotið vopnahlés samkomulagið með því að ráðast á okkar ísraelska hermenn sem þar voru. Þeir eru náttúrulega konum með alla gíslana og palestínummenn eru líka konum með heim og ég veit ekki, mögulega var þetta bara gert í þeim tilgangi að þetta vopnahlé, ég veit það ekki. Þetta allavega lítur ekkert voðalega vel út. Nei. Heyrðist nú eiginlega enginn hafa neina sérstakka trú á þessu vopnahléi sem hafði eitthvað vita málunum. Nei, nákvæmlega. Frá augnablikinu sem var skrifað undir það, sko. Þannig að þetta ætti kannski ekki að koma manni mjög óvart. Nei, samt þetta vont, sko. En það hræðilegt, þetta var náttúrulega einhvers konar vona glæta fyrir fólki þarna. En já, en þetta náttúrulega bara, þetta ekki, eins og maður segir, þetta ekki ástand sem staðið í 2 ár, þetta ástand sem staðið í 60 ár. Það bara viðbúið að það halda áfram nema eitthvað miklu meira gerist. Já, og svo líka náttúrulega þetta á þessu stutta tíma sem að vopnahléið varði að þá var ekki eins og verið að fara inn með hjálpargögnin sem að búið að lofa að fara með inn og þeir opnuðu ekki landamærin strax eins og þeir ætluðu að gera og þannig að þú veist, þetta var einhvern veginn það var einhvern veginn ekki alveg verið að standa 100% við þetta frá upphafi, sko. Þannig að já, þetta ekki gott ástand þarna og ég held að við öll sem höfum eitthvað fylgst með þessu svona gegnum tíðina vitum að þetta ekkert auðvelt að leysa bara. Það bara, held ég, alveg ógerningu nánast. Nú tilbyggði bara Trump, hann geti leyst þetta? Já, einmitt. Þetta var náttúrulega, vopnahléið var sett á tveimdögum áður en og tilkynntu friðarverðlaun að hafa Nóbels. Ég held að það hafi ekkert verið heldur sérstök tilviljun. Það hafa verið 2 markmið með þessu svo kallaða vopnahléi. Það að Trump fái Nóbelinn og að gíslarnir fari heim. Ég held að það komi engum óvart að það sé ennþá hafið hafnar árásir og áframhaldandi þjóðarmorð, svo við köllum þetta bara eins og þetta það var yfirlýst markmið Ísraelsstjórnar og hefur verið að bara útrýma Gazabúum með einhverjum hætti og ég held að það markmiðið miður bara standi óhaggað og þetta hefur bara verið liður í þeim leik að fá gíslana heim og það náttúrulega ekki þannig að það sé búið að leysa alla palestínska gísla úr haldi sem eru fangelsaðir í Ísrael. Það sem náttúrulega viðbúið líka að þetta fjallar ekki bara Gaza, þetta fjallar líka Vesturbakkann og það má ætla að allt svona ég farið þarna í tvígang og svona lýst þessu sem svona hinu hversdagslega ofbeldi. Þú ert alltaf fyrir ofbeldi, það alltaf verið að tjekka, það alltaf verið að athuga hvort þú sért með sprengju, þú sért bara hangandi úti við vegg að reykja, sko. Þetta með að sækja vinnu, þú þarft að fara í gegnum stöðvar til að sækja vinnu. Svo náttúrulega, já, það bara svo mikið í þessu. Þannig ég hugsa sko að hið daglega líf fólks á Vesturbakkanum sem lítið hefur verið fjallað að það náttúrulega líka að verða meira og meira óbærilegt. Þó að þjóðarmorðið sé náttúrulega það sem þarf að skoða og náttúrulega það ennþá verið að búa til landránsbyggðir þarna út allt sem ógnar hinu hversdagslega öryggi Palestínubúa á Vesturbakkanum líka. Þannig að þetta bara endalaust og non-stop. Já, enda yfirlýst stefna svo sem síonista að taka bara allt landið og meira til. Þeir eru ekkert feimnir við að segja það og svona kannski ekki endilega Netanyahu sjálfur en síonistar, hardcore síonistar eru bara þar og einn vinur minn til dæmis, pappans bjó í Jerúsalem eða fæddur uppalinn í Jerúsalem, Kristinn Arabi og hans fjölskylda öll var rakin í burt eftir 6. stríð. Þú veist, þetta snýst ekki
hvort þú ert kristinn eða múslimi eða eitthvað slíkt. Þetta snýst bara það hvort þú ert síonisti viljir eiga heima, þetta sýnst mér sko. Og við ættum öll að vera farin að sjá það bara. Og það bara einur stefna síonista að það bara taka yfir allt þetta svæði og meira til. Já, það verður þeirra. Þetta ógott. Og þeir halda áfram að tala svona, ég heyrði Smotrich tala það í gær að það að vera landnemabyggðir á Gaza, sem ég hefði nú ekki heyrt það hugmyndir áður. En þetta náttúrulega Síónistaríki sem virðir ekki landamæri, telur að sín landamæri að vera einhvers staðar miklu víðar heldur en nokkur kannski horfist í augu við. Það langt inn í önnur lönd sem þarna í nágrenninu og innan þessar landamæra séu gyðingar í algjörum meirihluta. Palestínumenn ekki meiri en svona 20% og það þýðir það að þeir þurfa að losa sig við svona 2-3-4 milljónir af fólki með einhverjum hætti, drepa það eða fæla það á flótta eða annað slíkt og þetta Ísrael svona ríki. Og ekki nóg með að þeim ekki vera of margir heldur með að líka ekki njóta lýðræðislegri réttinda þannig þeir geta náttúrulega ekki haft neina representasjón í þessum ríkjum. Þetta ekki geta haldið þeim niðri og kúa þá nema þeir séu ekki fleiri en svona cirka 20%. Það er kannski ekki skrifað í stjórnarskrána en þetta svona stefna sem þetta ríki hefur. Og það er ótrúlegt að einhverjum detti í huga að viðurkenna Ísrael. Því að hvernig getur viðurkennt ríki sem að viðurkennir ekki eigin landamæri, sem bara með það innbyggt í tilvist sína að ráðast á alla nágranna sína og stunda þjóðarmorð, stunda aðskilnaðarstefnu. Þetta er alltaf verið regla í mörgum ríkjum svo sem í gegnum tíðina að teygja sig svona, þessi stórveldi strömmur en náttúrulega líka Rússland er náttúrulega í raun og veru nákvæmlega sama stað. Þeir trúa ekki á landamærin sem þeir hafa heldur einhver önnur eða allavega yfirráð yfir þjóðunum í kringum sig Það er kannski svipað og stórveldi gera eins og Bandaríkin telja sig geta haft eitthvað með að gera hvernig stjórnvöld í nágrannaríkjunum telja sig hafa rétt þess en Ísrael náttúrulega sérstakt fyrirbrigði held ég. En vonaglæta núna náttúrulega fjöldi þjóðar sem að viðurkenna Palestínuríki sem við ekki séð áður. Sameinuðu þjóðirnar eru farnar að tala þjóðarmorð. Þeir bara einhvern veginn gengu lengra núna heldur en þetta hversdagslega ofbeldi sem að svona vera að teygja dag frá degi og verða svona óbærilegra núna var þetta náttúrulega bara svo augljóst mál. Þeir hlusta ekki á þetta. Þá Sameinuðu þjóðirnar segja eitthvað og eitthvað. Telja sig geta gert það í skjóli Bandaríkjanna. En leið og Bandaríkin lenda í einhverjum alvöru þrýstingi frá Evrópu, segjum til dæmis bara frá Tyrklandi sem dæmi, sem náttúrulega bara eitt svona mikilvægasta hernaðarlega land Evrópu að mörgu leyti og fara að finna hennar þrýsting þá held ég kannski að þeir fari nú eitthvað eins að hugsa sinn gang eða mögulega var það líka, ég ekki alveg til í að segja að Trump hafi bara að fara í þess að friðaviðræður til þess að fá Nóbelsverðlaun, ég ekki alveg þar, ég veit að það er samsæriskenningur. Ég segi það ekki, ég segi tímasetningin var ekki tilviljun. En ég held það ýmislegt í þessu. Já, algjörlega, en ég held samt sem áður að hann sé farin að finna fyrir meiri þrýstingi frá Bretlandi, frá Frökkum, frá Þjóðverjum, frá Tyrkjum og frá vinum sínum í Miðausturlönd. Já, og frá Sádi-Arabíu, skiljið. Hann á bandamenn þannig og eftir loftaröstnara Katar, þá held ég að það hafi bara ýmislegt breyst í bandarískri pólitík. Þannig að ég held að það sé líka eitthvað svona í alvörun og bakveða hjá þeim, þeir eru eitthvað svona aðeins farin að hugsa, getum við bara stutt Ísraelsríki sama hvað? Það er aðeins farin að velta það fyrir sér. Það sem ég var skrýtnast þarna þegar hann kynnir þess að 20 punkta sem hefur lekið þarna helgin áður á fundi með Netanyahu í Hvítahúsinu. Það var ekkert í þessu punktum sem væri hægt að kalla friðarsamkomulag. Það er ekkert sem að Palestínumenn fá. Heldur á þetta bara einhliða uppgjöf Palestínumanna sem að verða fyrir þjóðarmorði. En þeir sem að stunda þjóðarmorðið eigi að geta lagt einhvern veginn línunar og þarna var aðal maðurinn í þjóðarmorðinu og aðal fjármagnar að helst, Trump og Netanyahu, bjuggu til eitthvað sem þeir kölluðu friðarsamkomulag. Það sem ég fannst eiginlega undarlegast var að svona var þetta kynnt
gert út allan okkar heimsluta sem friðarsamkomulag sem þetta augljóslega ekki. Það bara 10 ára barn sér það að þetta bara, svo ekki. Þetta mun aldrei leiða til neins friðar því þú getur ekki byggt frið á fullkomnu óréttlæti. Það hlýtur að bregða, sálfriður hlýtur að bresta því að þú getur gert það bara með kúgun og ofstopa sem áframhaldandi óbreytt ástand. Og þetta var þannig í öllum fjölmiðlum og þannig voru öll stjórnvöld í okkar heimsluta fögnuð þessu og síðan hefur maður hlustað á hvern þjóðarleiðtoga fætur öðru tala til Trump eins og hann hafi komið á frið í Mið-Austurlöndum og þá hugsa maður, kannski erum við bara stödd í tíma og rúmi eða þú veist á okkar heimsluta sem bara hreinlega búin að missa vitið. Bara, það ekkert vit orðið eftir á Vesturlöndum. Hvað gengur fólki til sem að fagna þessu? Ég held að svo sem sko, þegar þetta gerist þá sé það kannski alveg skiljanlegt en það svo sko, vonleysið gagnvart þjóðamorðinu síðustu 2 árin svo mikið að maður grípur í þú veist, hverja glætur sem gefst og það náttúrulega sem sagt, sko, og mér sýndist líka á því sko, hvernig þetta lagt fram að það sem sagt, sko, þegar Hamas samþykkir sáttmála þá gera þeir það opinberlega á samfélagsmiðlum og Trump retweetar þeim og það sennilega augljóslega til þess að Ísraelsmenn geti ekki gengið úr skaftinu að það verði, þá skapast ákveðin þrýstingur og það upplegg sem sagt, kallaði fram einhver allavega von í mér en þetta væri kannski þú veist, nú náttúrulega engin sérstök ástæða til að fagna Hamas, þú veist, en að þeir skuli ganga inn á að það sé að koma vopnahlé var í ákvæmt til kannski þið myndi eitthvað gera það kannski myndi eitthvað meira gerast maður var bara út í sleppa þú veist, einhver endurreisn í palestínskum stjórnmálum líka eiga sér stað Þessi munið þetta versta framganga Ísraela gagnvart Palestínu til þessa? Ætli það sé ekki svona, ætli þetta sé ekki í fjölda látina það versta augljóslega. Kannski var þarna þegar þeir byrja útþenslustefnuna og byrja að stökkva fólki á flótta. Hvað ég var með því? 67 eða 48 eða 67 kannski. Já. En augljóslega þetta svona ásetningur að útrýma þjóðinni. Það bara þannig. Og það ástandið á Gaza þjóðamorð sem ég held að sé grófara heldur en að við séð, ég held að það sé stærsti viðburður þessar aldar. Ég held að við þurfum bara að fara í helförina eitthvað til að finna annað eins. Það var alltaf einhver hugmyndum að maður heyrði að þeir ætluðu sig að flytja palestínsku þjóðina á Sínaískaga að það var einhvern tímann í kortunum bara að rýma þau þangað. Rekað út í eyðimörkina? Já, rekað út í eyðimörkina, algjörlega. En þetta var, sko, náttúrulega, núna hefur þetta bara beinst gegn palestínsku þjóðinni, en annað í 67 þá beintist þetta bara gegn öllum sem byggu þarna, líka bara kristnum og Búdda eða hvers eðlis sem það var, sko. Þannig að það kannski munurinn, núna þetta bara beint gegn einni þjóð, sem ræðilegt og öll þessi börn sem hafa verið drepin. Þetta bara skelfing einn. Þjóðarmorðið á Gaza eitt, sko, sem náttúrulega stór, ég veit ekki hvað ég hætti að kalla, stórfenglugur atburður. En á sama tíma þá framgangaður á Vesturbakkanum. Þar hefur aldrei verið palestínumenn aldrei búið við veikan rétt, mikil í lífshættu bara frá almennum borgurum. Þar verið að tala að þetta sé ekki kallað Nakba frá 48 sem hörmungarnar miklu þar sem að fólk var hrakið af landi sínu og fólk ennþá að bera lyklana hálsinn frá þeim tíma þegar að segja að þetta komið aftur. Þannig það sko stærðin á Vesturbakkanum sem hefur eiginlega ekkert verið í fréttum bara ekki neitt. Þannig að við erum þar með eiginlega það sem að palestínumenn líta á sem eiginlega sko stórkostlegar hamfarir í sinni sögu við hliðin á sko þjóðamorði sem að bara það versta sem að við horft upp á. Ég veit ekki hvað við þurfum að fara langt. Heyrðu, en ef við ekki að taka upp léttara hjálp. Leikskóla. Leikskólana. Tala einu grjótkletti forðu tíð. En tala leikskóla. Það mjög spennandi mál. Sem í smíðum eða ekki? Það mjög spennandi mál. Mér finnst það kristallast alls konar hugmyndir sem að tengjast þessum tillögum.
Þannig kemur fram réttur kvenna til vinnu, réttindi starfsfólksins á móti þeim sem nota þjónustuna, hver á að borga, er það barnafjölskyldan sem eiga að borga skattin eða að sækja reksturafé leikskólana í almenna skattimtu, er það illa við börn eða viltu þau séu lengur en 6 tíma á leikskóla? Mér finnst það ótrúlega, þetta er umræða sem er svo mikil hiti í henni að hún gæti svo upp úr bara. Mér finnst þetta svona fyrst og fremst kvennapólitískt mál og mér finnst þetta mjög erfitt að sjá þegar vera að stilla upp leikskólafólki sem hefur þurft að hlaupa mjög hratt og leggja á sig rosalega mikla byrðar til þess að halda þessu batteríi gangandi og hugsa vel börnin okkar og svo er verið að stilla þeim upp á móti foreldrum sem eru í alveg svakalega veikri stöðu. Vita það allir sem hafa átt börn á leikskóla, það er bara rosalega erfitt að fara að gagnrýna eitt eða neitt og ég hef nú heyrt í nokkur foreldrar sem hafa mætt á einhver svona kynningafundi og þar er starfsfólk og foreldrar á sama fundinum og það einhvern veginn er mjög erfitt fyrir foreldrar að gagnrýna nokkuð skapaðan hluta slíkum fundum í staðinn fyrir að halda bara fund með leikskólasviði og foreldrum af því þegar öll er á botnin kvöld að þá er þetta kannski stærsta aðgerð fyrir þetta fæðingarorlofið í kvenfrelsisátt í svona almennt séð á Íslandi. Þetta hefur gert konum kleift að fara út af vinnumarkaðinn. Þetta hefur gert bara bærilegt að vera fjölskyldufólk og eignast börn á Íslandi og í Reykjavík sérstaklega því að Reykjavík hefur nú alltaf verið fremst í flokki eða var það í uppbyggingu leikskólakerfisins. Þannig að þetta er, eins og ég segi, þetta er aðför að möguleiku kvenna til að vinna af því að við vitum það að ef að það þarf að vera meira heima með börnunum þá er það konur sem eru það og þá skerða þær vinnuna sína og það verður til þess að þær njóta minni framgangs á vinnumarkaði, fá lægri laun og fá lægri lífeyri, skilur þetta elti konur bara á grafabakkan skulum hafa það í huga. Þannig að þetta er stórmál og það er alveg ótrúlegt að vera etja foreldrum og starfsfólki leikskóla gegn hvert öðru eins og það séu ólíkir hagsmunir þegar það að byggja upp gott leikskólakerfi er hagsmunir allra. En ég hef samúð með leikskólakerfum af því að þeir eru náttúrulega bara orðnir bugaðir af manneklu og völdum starfsaðstöðum. En þetta er bara, við þurfum að horfa á þetta sem kvenfrelsmál, við þurfum að horfa á þetta í stóra samhenginu og það að kvenna meirihluti í Reykjavík skuli standa þessu á kvenna ári er náttúrulega algjörlega galið. Ég er svo sammála. Hér með líkur ræðminni. Já, ég er bara svo sammála. Þetta er eiginlega alveg vonlaust. Ég er svo sammála þessu með að þetta stytta viðveru barna á leikskólanum og leggja það upp þannig eins og Gunnar segir að það sé svo vont kannski fyrir börn að vera lengi, það sé betri foreldrar sem að hafa þau styttur á leikskólanum, allt þetta er svona dæmigerð sem alltaf er verið að setja á konur, ólíta konur, það er mikið borð eitthvað eða gera eitthvað eða da það er endalaust verið að setja ykkur svona hömlur á konur, það er náttúrulega, börnin hafa ekki gott að vera á leikskólaleikur í 6 tíma og hver fær þá samviskubitið, bara mamman heima bara, ég verð að vinna 8,5 tíma, annars fæ ég ekki nógu laun, ég get ekki borgað leiguna, ég get ekki keypt í matinn, en þá er ég vond móðir, þetta er bara, við finnst þetta ömuleg staða, ég hefði viljað, og ég skil eins og þú segir líka leikskólakennaran og starfsfólki þar, vegna þess að ég vann á leikskóla sjálf í 7 ár og það er mjög erfitt að vinna þar, þá vorum við með, vorum við miklu fleiri að vinna á deildunum heldur en núna og ég skil ekki af hverju er ekki bara hægt að setja meiri peninga í þetta kerfi þannig að starfsfólkinu líði vel og börnunum líði vel og foreldrum líði vel og hafa hennan möguleika, ég sá einhverju útreikninga þeir sem ætla að kaupa alla 10 frídagana á ári skiljiði, bara fólk sem getur ekki tekið sér frí frá vinnu þeir eru að fara að borga bara himinháa fjárhæðir og hverjir eru það sem geta ekki tekið sér frí frá vinnu, það eru lægst launuðustu konurnar sem eru ekki með bakland þetta eru einstæðmæður þetta eru öryrkjar sama fólki og þarf að vinna langa vinnudaga nákvæmlega og þetta bara ekki gott og líka þessi rök að stytting vinnuvikuna verður til þess að þurfa að stytta leikskólana þau rök ekki nótuð að það þurfa að stytta
opnunartíma bókasafna sundlauga eða þú veist, annars er ekki eitthvað borgar reka sko. Þetta verðist bara eiga við leikskólana sem stjórnlega að gera líka starfsfólkin að sækja hagsmuni sína sko til skjólstæðinga þetta er svona eins og sko segja sjúklingunum að vera aðeins minna veikir svo svo hjúkrunarfólki hafa minna að gera þetta er bara absúrt þörfin er ákveðin og þú ert að varpa stærri hluta af sko fjárhagslega ábyrgðinni á það sem síst gildi og það er raun og verið ekki flóknulega það. Ég skynja það að Efling bara tekur undir þetta, líst vel á þetta. Já, fyrir starfsfólki sitt náttúrulega sem vinnur þarna, af því að það er að vinna við bara ógerlegar aðstæður. Já, það er líka mæður í Eflingu. Já, en þau eru líklegast að tala þetta vegna starfsfólks, myndi ég halda þetta verkalýðsfélag. En er einhver sem heldur að það sé einhver langvarandi lausn? Eða þú veist, erum við bara, þú veist, segjum að það mingi þá vinnuálag að þetta starfsfólk verður ekki bara færra starfsfólk eftir korter til að sinna sama álagi og minni peningar í því og þess að vandamálið er náttúrulega fyrst og næst vilji til þess að uppfylla þörfina og það er það verður að gerast einhvers staðar annars staðar heldur en þarna og sama tíma sko, erum við samt með þetta biðtíma eða bíl eða hvað maður kalla þetta umönnunarbil þú veist, fæðingarorlof búið börn komast ekkert inn á leikskóla ekki fyrir fyrsta lagi ári seinna og þannig að þá ertu með 1 ár aukalega sem að þarf að redda einhvern veginn og það er líka að lenda oftast á konum að taka það bil og svo er að taka þetta líka þannig að þú veist, við erum fyrst mér að fara að skrifa aftur og bakk allavega fyrir konur sem að vilja vera á vinnumarkað og gera vel og þetta er eins og Drífa segir þetta mun lækka launin þeirra og það er bara og það er bara ennþá meira launabil held ég og við erum ekki að fara rétt átt sem að fara aftur og bakk En það er kvennaverkfall framundan Já, ég ætla að mæta heldur betur Það er á föstudaginn næsta 24. október að vanda Já, það er í næstu viku 50 ára, já, það er 50 ára afmæli frá því að konur fóru fyrst niður í bæ og sem lögðu fram kröfur sem er verið að leggja fram aftur í núna, 50 árum seinna við erum að tala bara nánast sömu það er umönnunarbili, það er kynbundið ofbeldi hvenær ætlum við bara að uppræta til dæmis kynbundið ofbeldi er bara ekki farið löngu komin tími á það er enda svolítið áhugavert að fyrir 1975 þá var aldrei rætt ofbeldi svo umræða byrjar ekki fyrir 1980 má segja að það sé afleiðing kvennaverkfallsins að einhver leyti, þú veist, það sem gerist árin á eftir Kvennaathvarfið er stofnað þarna 82 kvennaframbúð 1980 en sko það var bara sagt öðruvísi 1975 þú veist, það fjallaði fjárhagslega stöðu kvenna þú veist, það geta skilið við ofbeldismenn þú veist, fyrir ennþá lengra aftur þá voru konur að berjast gegn áfengisdrykkju sem var náttúrulega líka barátta gegn kynbundnu ofbeldi þannig að þú veist, það er svona ýmislegt sem að já, en svo ég komið aftur til dagsins í dag að þá gerðum við það, við sem svona höfum verið að vinna í kvennárinu og þar ætla ég nú kannski helst að nefna BSB sem hefur svona rekið þetta áfram að miklu dugnaði en ég kom að því að skrifa þessa kröfur á sín tíma fyrir ári síðan og 24. október í fyrra þá var nú korter í að boða yrði kosningar sem við vissum ekki alveg þá en þá kynntum við kröfurnar fyrir formunum allra stjórnmálaflokka 24. október í fyrra sögum við, heyrðu, er ár við skulum redda þessu ári og við skárum þær alveg rosalega niður við hefum þetta er gerlegt, við getum gert þetta ári það er ein krafa sem er komin í vinnslu af þessum kröfum sem við lögðum fram fyrir ári síðan og það er nálgunarbannskrafan það er að segja að það er verið að herða lög nálgunarbann til að reyna að gera þau virkari aðrar kröfur eru bara ekki, það er ekki byrjað þeim sko. Ertu með þær í höfðinu hverjar það voru? Ég er náttúrulega með í höfðinu varðandi ofbeldi því að ég kom að því að semja þær sko en það var til dæmis krafa sem að ég lagði fram sem mjög áhugaverð og hefur ekki fengið mikla umfjöllun. Það er að ef að þú verður fyrir ofbeldi að þá ertu vernduð samkvæmt uppljóstraralögum að þú getur sagt frá því. Án þess að eiga hættu að verða saksótt. Mér fannst þetta mjög róttæk og áhugaverð krafa og hefur verið verið að skoða það í Frakklandi. Síðan er náttúrulega bara tryggja viðbrögð við ofbeldi að það sé í gangi.
Þetta fjallar forvarnir, tryggja það, þú veist, ég meina við erum kannski með mestu forvarnar aðgerðirnar í gegnum sjúk ást og sjúkt spjalla hverju ári, stígamót. Við erum að gera samning frá ári til árs, við vitum aldrei sko hvort við getum haldið þessu áfram eða hvað. Þetta kannski, við erum í gríðalegu samstarfi við leikskóla, nei hérna ekki leikskóla, grunnskóla og félagsmiðstöðar alland. Þannig að það var svona ýmsar kröfur sem hefði bara verið undir hvað ráðuneyri heyra jafnréttismál? Aðalega sko dómsmálaráðuneyti núna. Þetta hefur náttúrulega flakkað sko. Á einu ári hefur þetta farið frá forsætis yfir í félags yfir í dóms. Þannig að skrifstofu jafnréttismála. Af því að það voru sumir ráðherrar sem vildu málaflokkinn og aðrir sem vildu hann alls ekki. Þannig að þetta þau að vera bara að rúnda stjórnsýsluna. En en ég meina þessi stjórnvöld sem sitja í dag hafa lýst yfir að þau hafa sérstakann áhuga á þessum málum og sérstaklega kippuðu ofbeldi. Þannig að maður hefði haldið að það væri hægt að spýta í lófana og haka af eitthvað. Í orði en eitthvað á borði, sko. Nei, þessi eina nálgunarbanns. Það er eina sem er í vinnslu. Það er ekki komið samt. En svo náttúrulega hefur ýmislegt gerst frá því við lögðum fram þessar kröfur eins og dómur Mannréttindadómstólsins yfir Íslenska ríkinu fyrir að bregðast brotaþolum nauðgunar. Já, en samt sem áður kom bara nýlega dómur þar sem að dómurinn var mildaður vegna þess að málsmeðferðin var búin að taka svo langan tíma þarna í máli þar sem að maður höfuðkúpubraut konu. Já, ég get staðfest að þetta hefur ekki lagast í réttarkerfinu. Nei, það hefur ekki lagast þrátt fyrir dóm Mannréttindadómstólsins sem er mjög skrítið. Maður hefði haldið að það myndi strax fara á stað einhver þá fordæmi eða breytingar í dómaúrskurðinum hér en það hefur ekki gert það. En sko það hefur ekkert gert sko. Ég meina á þessu 35 ára sem Stígamót hafa verið starfandi þá ennþá bara 10% sem fara og kæra sem koma til okkar. Það hefur ekkert breyst þetta hlutfall í 35 ár. Og það segir bara... Kannski þetta ekki aðtekli stjórnvalda með því að skilgreina þessi fjölþáttu ógnir sem að konur standa fram með fyrir. Já. Hvað þetta eitthvað annað mennaru? Gefa sér nýtt nafn? Þetta fái bara inn í þjóðaröryggisráði því að ég held að þetta sé alvarlegasta öryggisógnin sem konur standa fram með fyrir. Það er ekki rússar eða þessi ykkur að fara að klippa í sundur kapla eða það er ekki þannig, það er ógnin sem að fólk verður fyrir bara á heimilinu sínum. Já. Það verður að tryggja einhvern veginn með öllum hætti að það sé unnið gegn þeirri ógn, eða ekki? Kannski að skilja þetta sem öryggismál. Já, en líka sko við getum heldur ekki nota sko kerfin sem við búum við í dag til að vinna gegn þessu af því að fólk treystir ekki kerfinu, það er ekki hannað til að taka á svona ofbeldisglæpum, augljóslega ekki. Þannig að við erum með réttarkerfið sem að konur treyst ekki, fara ekki í gegnum, veit ekki réttlæti, eru oft bara erfitt að fara í gegnum og jafn erfitt og glæpurinn sjálfur stundum. Svo hvað gerir fólk þá til að reyna að fá viðurkenningu og réttlæti? Það fer á Facebook eða Insta eða þú veist, fer og nafngreinir fólk og berskjaldar sig. Það hefur oft gefist mjög illa. Þannig að við erum með þessar tvær leiðir og við þurfum bara að finna einhverja millileið. Það er til að þegja bara. Það er nýttar til að þegja bara. Já, svo gott sem í rauninni. Já, ég meina við höfum séð svo ótrúlega mörg dæmi, þú berskjaldaði og segir frá ofbeldi svo verður fyrir, þú nafngreinir jafnvel einstaklingin og þú fær samúð í 1-2 daga og svo snýst samúðin og þú ert einhvern veginn bara í hryllilegri stöðu eftir það og allir bara þú veist, allt umhverju eitthvað neginn í sárum. En ég nefndi fjölþáttóknir vegna þess að í því felst að þú þarft að endurskilgreina þær aðgerðir sem þú ert með til þess að auka öryggi af því að þær aðferðir sem notar áður duga ekki. Það er eiginlega liggur í þessu fjölþátta. Kannski er ég bara að hæðast á stjórnvöldum en mér finnst þetta samt mætti þegar við erum að tala ríkislögreglustjóri sendi frá sér svona skýrslur ógnir. Það er glæpagengi og svona pólut öfgahægri og eitthvað fleira en ég man ekki eftir að það sé langir kaflar þessa ógn
Nei, ég held ég lesi þessa skýrslu ykkur einasta ári og ég man ekki nokkuð tíma eftir. En það vísu kemur stundum svona einhver tölfræði, þú veist, svona margar kærur nauðgun, svona margar heimilisofbeldi eða eitthvað, en það er ekki skilgreind sem einhver sérstök ógn, sem það er samt sem áður. Já, þetta er alltaf í sér herbergi, sko. Og auðvitað er þetta bara mjög stór ógn fyrir konur, þetta kynbundna ofbeldi og ég er ekkert viss að svona allir karlmenn til dæmis skilji það eða átti sig á því hvernig bara konum líður í ákveðnum aðstæðum og fleira og veist að því að skiljanlega vegna þess að þeir hafa aldrei upplifað þessa sömu ógn eða hræðslu skilji þannig að það er líka svolítið sem gera verkum að þeir út með helmingin sem skilur hvað að tala og hinn helmingi kannski ekki og þá er kannski það ástæðan fyrir því að við náum sér ekki lengra en ég hefði allavega viljað sjá dómstólana fyrir margt löngu ganga miklu lengra í að setja dómfordæmi ég man eftir í þegar að lögunum nauðgun var breytt og það var ekki lengur einhverjir sentimetrar af lim sem þurfti að fara inn í leggung til þess að geti til talist nauðgun heldur það var fleiri atriði sett inn og herta refsingar og annað og þá var ég svona vongóð að loksis væri nú kannski bara komið eitthvað viti í þetta hjá okkur og við værum kannski að fara að dæma nauðgun sem bara sérstaklega hættulega líkamsárás en það hefur ekkert ennþá gerst sérstaklega hættuleg líkamsárás þú getur fengið 8 til 12 ára það færði ekkert fyrir nauðgun hún telst ekki sérstaklega hættuleg líkamsárás sem algjörlega óskiljulegt í mínum huga En var þetta kvennafrídaginn að þegar hann var fyrir 50 árum sem einhver okkar mun eftir það voru rauðsokkurnar sem stóðu og þetta hétt kvennafrídagur út af sögulegri sátt eða samstöðu kvenna þvert yfir pólitíska litrófið, það mátti ekki heita kvennaverkfall. Þá var það var ekki lagalegt atriði. Það var einhver lög sem gilda verkfall sérstaklega sem gilda ekki frídaga. Já, ég held þetta að verið fyrst og fremst til þess að fá konur á miðjunni og hægra megin til þess að taka þátt í að þau vildi ekki taka þátt í kvennaverkfalli. En þá var rauðsokkurnar voru með það að kvennabaráttu verið stéttabaráttu. Er það ekkert í 50 ára síðar? Launamunurinn er náttúrulega þarna eina kröfunum minni ég veit ekki hvað stéttabaráttu er annað en sko það sem er verið að berjast fyrir í dag það er að þessar stóru kvennastéttir að þeirra framlag sé metið til jafns við karla að endurskoða ég meina fyrir kannski 10-15 ára síðan þá fjallaði þetta allt að brjóta upp kynskipta vinnumarkað að konur færi í karlastörf og karla færi í kvennastörf það er ekki markmiði sjálfu sér í dag heldur bara verðmeta störfin rétt það er ekki vandamáli sjálfu sér að það séu karlar í tækningeirum og konur í umönnun en bara verðmetum þá umönnun rétt það er náttúrulega eitt af þessu sem er svo áhugavert með sko, kynin og stéttirnar er það að svo mikið af sko, hinnum launabundin kynjamun sem við tölum aldrei er raunverulega launabundin stéttamunur það er bara það að vegna þess að vissa stéttir eru miklu lægra launaðir að þá myndir reikna það inn í einhvern veginn og fara ef fólk gæti að fá einhver svona launavottun út á það að þá myndum við náttúrulega sko, þá erum við ekki að tala um einhver 6% eða hvað það er heldur við að tala um 40-50% sko. Og konur séu þá jaðarhópur sem að kemst bara inn í lægri þrep launastigans og eru fjölmennar í láglaunastéttum og er haldið niður í meira og svo framvegis kvennabaráttu, stéttabaráttu og stéttabaráttu kvennabaráttu. Það er algjörlega og ég meina það er líka inn í launamunum er líka þessi staðreynd að konur í meirihluta taka umönnun að sér bæði foreldra og barna sinna og og feðurnir eru þá kannski frekar að vinna lengri vinnutíma eða taka að sér einhverja yfirvinnu og annað og vegna þess að þeir eru með oftast með hærri laun og þá er mikilvægur að þeir haldi áfram að vinna, skiljiði þegar þú ert að velja í heimilinu, sko það er líka bara sjálfsmyndarspursmál heldur Já, og líka það finnst allt í lagi að vinna fram á þeim finnst þeir eigi að gera það, sko þeim finnst þeir eigi að vera skaffarar og það saman og konunum finnst að þeir eigi að vera og þetta er eitthvað svona bara þú veist, kynslóðir af einhverju innrætingu sem ef ég bara lít til mín, sko og minna fjölskyldu, þá var það bara, sko, beinfalt það okkar sem var með hærri tekjur
vann, við hefum 5 börn saman og það okkar sem var með læritekjur tók það á sig og þessa umönnun eða börnin voru veik og allt það og framan af okkar sambúð og þá var það hann sem var með hærri tekjur en svo snýrist það við og þannig að þá snýrist líka við heima í okkur en það bara, þegar sérstaklega ef fólk með lítið á milli handana þá skiptir bara öllu máli að sá aðilega svo manniska í sambandinu sem að fær hærri tekjur að hún geti unnið meira þú veist ég efast ekki að margir feður myndu gjarnan vilja vera bara meira með börnunum sínum en þetta í þessu launamunni og öllu saman þá skekkist aldrei sem mynd og breytst aldrei neitt það þannig að sko það eru konur sem stjórna landinu nákvæmlega og þau líka atkvæða mestar í stéttabarðinni, það Efling og VFR, 2 stærstu félögin til dæmis, þar eru konur sem að stýra og akkur veitist ekkert þær eru með þetta allt í höndum Já, ég nú búin að fara til útlanda nokkru sinnum og ræða það að konur komist í stöður breytir ekki menningunni sjálfkrafa það breytist ekkert sjálfkrafa með því að konur komist og þær geta breytti og ég vona að það verði til einhvers og ég held reyndar að það sé mjög langt síðan verkalýðshreyfingin talaði jafn mikið jafnréttismál eins og núna eftir að það eru komnar konur en hvað svo? Það tala en hvað svo? Ég veit að þetta stundu sagt að kynjamisrétti sé í veggjónum og í þráðunum og það sé svolítið erfitt þess vegna sé erfitt að vinda ofan síðan skulum við ekki horfa fram hjá því að þegar einmitt konur eru komnar í allar æðstu stöðunar að þá verður mjög heftalegt bakslag sem við erum að finna fyrir núna það bara nú nóg komið ætlið bara að taka allt yfir og við erum náttúrulega líka að við erum að vinna gegn mjög alþjóðlegu bakslagi þar sem það orðið fara að hampa mjög konum sem ákveða að fara hefðbundin leið, vera heima hjá börnunum, það farið að svona hampa því og setja það í rauðan bjarma og karlar sem finna karlmennskuna sína aftur og þetta náttúrulega það sem við erum að berjast við en ég alveg sammálaður ef það einhvern tímann tækifæri til þess að breyta þessu, breyta lagaumgjörðinni, breyta því sem við getum að þá það núna og þess að það svo hryllilega sárt að sjá hvernig meira hluta í borginni fara fram í leikskólamálum eins og við gera Ég glemdi til þess BSRB og BHM það að koma líka, þetta sem sagt á öllum þessu póstum Já, en það gera ekkert einan og sér þetta bara alveg rétt sem Drífa segir þetta í veggjónum, það lekur einhvern veginn í þræðir og svo bara gríða samfélagsleg húsasótt Já, en svo þetta líka annað ég hef orðið miklu meira vör við í umræðinni og samfélagsmiðlum allt í einu þetta einmitt eins og hún að nefna við erum með þingmenn sem að tala að konur vilji bara vera á pílates og dúllast eitthvað og meðan að kallar eigi að vera að vinna fyrir þeim og allir karlar vilji vinna fyrir það bara allir karlar með þann draum að vinna fyrir konuna sína skilurðu við erum með mikið umræðum allt í einu vera að tala eitthvað sem heitir woke feminismi sem eitthvað slæmt fyrirbæri eða bara feminismi yfir höfuð það búið að vera mjög mikið núna undanfari ár á Íslandi talaðum afturkomin þessu umræðum hvað feminismi sé slæmur sem var ekkert fyrir manni síðast fyrir 10 ár, menn ég held að við varum búið með þessa umræðu en þetta alltaf koma aftur og þau sem eru vilja ekki breyta fyrirkomulaginu, þau sem vilja bara halda í sama struktúr, þau eru svo rosalega hávær og bara allstaðar og það heyrist mjög hátt inn. Þetta líka bara svo alþjóðlegt bakslag. Þetta svo Bandaríkjunum þetta bara ég meina það verið að véfengja kosningarétt kvenna í Bandaríkjunum. Bara fjölskyldan eining í samfélaginu og það bara nóg fjölskylda sem eitt atkvæði. Þú veist, það umræðan þarna núna. Og Karli farið með það. Og Karli farið með atkvæði. Já, ég meina, við erum ekkert að segja það, en það mjög ríkjandi umræða sem það að þið feministarnir að reyna að lokka konur út á heimilunum, út á vinnumarkað þess að ekki hamingjusamar. Það eru náttúrulega miklu hamingjusamar að þið fá bara að vera heima hjá börnunum. Einmitt, já. Og njóta þess. Ég vil bara læja, sko, ég á 5 ára og ég bara veist þetta grína. Þegar ég eignast 5. barnið mitt, ég var bara svona, ég fer ekki í fæðingarólu núna, ég nenni ekki fæðingarólu 5. sinn. Og hvað, gerir það með einhverju slæmri konu eða móður, skilurðu?
Ég setja bara fáralegt. Ég held að allir ráðherrar ríkisstjórnar Trump tala eins og ég var að Ég veit það ekki gott. Ég held að allar konur hafi upplifað frelsistilfengun að fara úr fæðingarólu, mæta á kaffistofuna í vinnunni. Komast aftur í vinnuna. Komast aftur meðal siðmenntaðs fólks. Ómetanlegt. Ég var á togara, ég fengur 20 tíma stopp í landi og hvítvoðungur heima sem að þá ég bara einhvern veginn kem inn í hans líf og hann veit ekki hver ég og svo aðeins svona dús þegar maður fer aftur út á sjó. Það fyrir kallinu er þetta mjög erfitt. Ég skil það. En það er nú reyndar, ég er nú alveg upp á sjómanni sko og ég á nú alveg svona ljúfar minningar samt það. Hann hætti sjó þegar ég var 8 ára. En ég á nú ljúfar minningar það að hann var einmitt, það voru kannski 2 túrar og svo 1 í landi. Og þá var maður með pappa sinn allan daginn einhvern veginn, þú veist, að fara bara, þú veist... Guðslefandi fegin þegar það fór. Nei, það var það nú aldrei, alltaf glaður að hafa hann, sko. En það var einhvern veginn, þú veist, það var kannski líka verið sem mamma mín vann líka mjög mikið. Og maður var kannski svolítið, það voru kannski tímallir sem maður var einhvern veginn lengi með einhverjum fyrir utan það bara þegar maður var í sumarfríi, sko. En mér langaði að segja með svolítið áhugavert líka með, sko, kerfin. Kerfin standa náttúrulega alltaf vörðum sjálfsögðu, það upplifa allir sem sækja að þeim að þau eru rosalega hæg og við erum einhvern veginn, ein af ástæðunum fyrir því held ég svo að við erum háð ákveðnu stöðuleika. Við erum hrædd það að við gerum stóra breytingar, þá fari allt á hliðina. Þú veist, það minna bara efnaðarslega og þú veist, og einhvern veginn, við erum mjög hrædd við umrót. En það sem er áhugavert líka, síðustu árin og ég held að sé ákveðin breyting þessi sem gerist sko í þessari hægri pólitík, hvort þú tala Snorra Másson eða Donald Trump, er þetta að sko, allavega hvernig þið tala og sennilega hvernig þeir upplifa heiminn, er það að þeir séu að ráðast á sko, status quo-ið, að þeir séu að ráðast á einhvern heim sem séu búið að byggja gegn þeim og þeir ætla að rífa niður, þeir eru að þessi svona byltingarmóður, ekki Snorri Másson að segja að nú sé pönkið allt sko í miðflokknum einhvern veginn og bara þessi heimsmynd er svo áhugaverð einhvern veginn, og ég veit ekki alveg hvað ég á að gera með hana, en hún er augljós þarna, sko. Þetta er einhver markasetning sem er kannski innihaldslaus. Svo veist að þið hallarislega er núna smart, þú getur sagt þetta svo sem, en ég veit ekki hvað er hægt í þessu. Ég sé engin svona sérstökum merki, ég held að sé svona kannski í könnunum sem að kannski 12-13% karla, svona ungra karla, séu einhvern veginn á þessari línu, en ég get ekki séð þetta sé einhvern veginn svona eins og miðflokkur lætur, eins og að hér sé bara að hvolfast yfir einhver bylting sambærileg og skoðanakannanir benda til í Bretlandi gætu orðið ef að Nigel Farage tekst að koma þessu í land, sko. En ef þeir að líta svo á, eins og sko Snorri Másson sem að boðar bara einsleitni sem einhvern veginn svona sem pólitískt markmið sem einhvern veginn alveg þá er það sko þá er hann samt, þá er það einmitt þetta, þú veist, að fá það allt og mikið, veistu hvað er mikið á konum á vinnumarkaðnum, þú veist, veistu hvað er mikið af, þú veist, bara brúnu fólki sem er heima á þessu landi, þú veist, bara einhvern veginn. Veistu hvað er mikið af innflytjendum á Íslandi? Og það er stórkostleg bylting að ætla að losa sig við alla innflytjendunar og koma öllum konunum inn á heimili, það er náttúrulega bara, það er stærsta þjóðfélagsbylting vorra tíma ef hún tekst. Já, en þetta er einmitt það sem ég myndi með þetta fólk hafi svo hátt, það er bæði þar og líka Ísland þvert á flokka. Þetta er mjög, þó þú segir þetta sé 12-13% eða eitthvað karla, ungu köllanum, að þá er þetta mjög hávær hópur, bara mjög og algjörlega sannfærðir að þeir séu einhvern veginn að sigra. Og ekki bara það, þeir segja bara þjóðin er öll bara á einu máli þau tala bara mjög kokki og eru bara mjög sannfærðir að og það er skrifþungi með þeim, sko, það varast það, sko, það er í alvörunni skrifþungi með þeim. Já, algjörlega, og vegna þess að mér finnst einmitt svona síðastu 3-4 árum hefur þeim einmitt vaxið áspinn, þeir eru að fá meira og meira fylgi mögulega vegna þess að þeir sem eru ósammála ekkert endilega svara þeim eða segja neitt á móti, bara nenni sem bara nenni ekki að hlusta á þetta, ég ætla ekki að taka þátt í þessar umræðu og þá verða þau sem eru að reyna að móta sína skoðanir, nú á ég ungan son hann og vini sem að þeir eru að mynda sína skoðanir á lífinu og svona, þetta er bara eina sem þeir heyra bara og þá eru þeir bara, já þetta er rétt, það er svo mikið spilling, við þurfum að fara aftur í þess tíma þegar var ekki spilling og konur vilja bara vera heima og hugsa börnin sín og svona og svona minni bara stund bara hvað eru vini mín að segja hérna og hann er náttúrulega alveg bara feministar konu hérna en þú veist, þið skiljið hvað ég meina og þetta næri líka inn í hjá eldri borgurum sem að hlusta á tiltekna útvarpsstöðu hér á landi
og bara trúa þessu, þetta sé bara allt saman en í kannunum þá mælist hræðilegt, Miðflokkurinn yfirleitt bara undir upphaflegu kjörfylgi sínu, hann fekk 10% þegar hann kom fyrst, hann yfirleitt bara svona með 9% og svona, þannig ég sé ekki alveg Nei, þeir Ég segjast held að við séum að falla bara í svona kollektífa gildru hérna. Já, kannski. Það sem sko, það hefur verið taktík öfgahægrisins síðustu áratugi að svo köllu 10-90% leið. Það er að segja að þú setur fram eitthvað sem er mjög umdeilt, 90% þjóðarinnar eru á móti, 10% með, en það verður allt vitlaust í samfélaginu og við tölum ekki um annað. Já, nákvæmlega. Og þannig sko eykst fylgið jafnt og þétt og allt í hennu verður þetta sko viðurkenndari af því að það er búið að tala svo mikið um það. Nákvæmlega. Við erum að falla í nákvæmlega þessa gryfju núna. Þannig að auðvitað, en það er líka mjög erfitt að díla við þetta. Ég var á Evrópuþingi kvennasamtaka sem er berjast gegn ofbeldi og þar voru útlagar frá Hvíta-Rússlandi og Rússlandi og bara allar að reyna að díla við afsækjaslettuna og í samaröglið og segja við mig, kona frá Georgíu, það tekur 6 mánuði að rústa lýðræðislegu samfélagi. Og það er það sem gerist í Georgíu. 6 mánuðir. 6 mánuðir. Reynda var Georgíu svolítið veik fyrir verið sko ný demokratiserað ríki sko. Kannski er lýðræðið eitthvað aðeins rótgrannara hér en þú veist, tilfinningi sem maður sett uppi með eftir þetta, það er sama handbókin alls þar. Fólk veit ekki hvernig að bregðast við því. Fólk reynir að bregðast við með rökum, með skynsamur umræðu. Það er ekki hægt af því að það er bara, við erum komin handan þess. Þannig að þessi handbók Trump, hvort sem var þú veist, hvað hét þetta skjal 25, Jæja, allavega sama handbók er allstaðar, við erum að falla öll í sömu gryfjuna, að verða brjáluð og halda að við getum tekið rökræðuna og hún er ekki að virka og þetta fæðir bara hægri öfgalið. Þannig að ég veit ekki alveg, kannski bara, já. En hvað er það sem við gerum ef við ekki að mæta þessum skynsamum? Við erum á sama vettvangi og þau. Það er að segja, þú veist, gagnvart unga fólkinu á TikTok, þú veist, alls staðar þar. En verðum við að beita, sko, þá samskonar orðræðu? Eða, þú veist, ég veit ekki, ef ég væri með svarið. Mæta illum, eða bara sína gott fordæmi að halda sig fast við bara skynsemi og rök og mannúð og vera bara einhvern veginn reyna að hafa svolítið reist. Er það ekki eini valmöguleiki? Ég finnst allavega mjög mikilvægt að vera á sama vettvangi, eins og Drífa segir. Ég er mér finnst mikilvægt að þessi meirihluti reyni að koma sko einhvern veginn sínu að einhvers staðar, skiljið. Annars allavega svo þannig að unga fólki heyri það og þessi hópar sem er að hlusta. Við ættum til dæmis kannski að þið eða einhverjar fara bara út á sögustundum og tala eitthvað, skiljið. Segja eitthvað, það er sami vettvangur. Ég gerði það reglulega, ég kallaði það að vera svo heiðingjatrúboð. Já, en þið viti hvað ég er að meina, þú veist, ekki halda að þú getur svarað þessum hópi og okkur öðrum miðli. Og líka hætta að gefa allt þetta rými. Já, af hverju eru þeir alltaf að fá dagskrárvaldið? Ég meina, bara, það er ekki talað annað í þessu samfélagi. Ég veit það. Heldur einhver 10% flokk og einhvern eitt tappa á þingi. Kannski vegna þess að það eru skoðanabróðir þeirra sem er í Hvíta-húsinu og þegar þessir menn komast að völdum að þá nota þeir valdatæki ríkisins til þess að ná sínu fram. Þeir ná undir sig dómskerfinu, leggja niður ráðuneyti sem eru ósáttum, svínbeygja háskólasamfélagi til þess að hlýða sér, svínbeygja fjölmiðlana til að hlýða sér, beita bara setja herinn á borgir til þess að skapa ugg og ótta, færa til fjárveitingar frá borgum og fylkjum sem stjórnvöld er ekki þeim hlynnt og nota sama og Erdogan, Orbán og sömuleiðilegur og réttur sem að braut niður ýmis kvenréttindi hafa gert. Þannig að stórhættulegt að þessar skoðanir komist til valda. Og þær eru náttúrulega miklu sterkari heldur en einn þingmaður á Íslandi, bara svo það sé sagt, þú veist, að því að öll umræða bandaríska pólitík er á þennan veg, þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur á Íslandi að reyna einhvern veginn að leyfa henni ekki að heyrast, við verðum að vita hvað er að gerast þar, en á móti kemur að það verður alltaf fleiri og fleiri
eftir því sem Trump að gera, skilur. Þegar fólk eldir svolítið svo kallaða sigurvegara, það sem einhver hefur aflið vill vera með í því, það hefur mikil áhrif, en við ættum líka að horfa til Bandaríkjanna og sjá hver andstaðan. Hún bara sára lítil. Ég meina, demókrataflokkurinn, ég veit ekki hvað það sko, það Bernie Sanders og AOC með einhverja fundi, það voru mótmæli núna helgina, við viljum ekki kóng í 2600 bæjum og borgum í Bandaríkjunum. Sem voru 600 í sumar. Þannig að það fer fjölgandi. Já, en svo virðist sem að þá bendir Trump á þennan hóp og segir að þetta eru óvinni sem grafa undan ríkinu og fær meiri völd til þess að hafa eftirlit og njósnir fólk sem hafa aðra skoðanir en hann. Þannig að við erum að horfa á talandi 6 mánuði. Við erum að horfa á það gerast í Bandaríkjunum, það sem að tók kannski áratugi að byggja upp, að það að hverfa bara á örskotsstundu. Eins og Drífa sagði líka bara upp af þessari umræðu, þá þetta alþjóðlegt bakslag. En ég skil heldur ekki alveg hvernig við eigum að geta rætt bakslagið án þess að gefa þessum málefnum ákveðið, að þau séu á dagskrá. Og þá náttúrulega, ég veit ekki hvernig við tölum bakslagið án þess að tala Snorra Másson, sko. Og þegar ég sagði að Gaza væri stærsta frétt þessar aldar, en niðurbrot lýðræðis og innkoma fasisma í Bandaríkjunum náttúrulega hluta því. Það það stærstu fréttum sem okkar tíma og getur haft gríðarleg áhrif okkur. Þessu heima, eins og hjá Miðflokknum og Snorra Másinni, það eitthvað sem á okkar heimavelli. Og þeir vilja samsama sig Trump. Má ekki gleyma heldur Íslands þvert á flokka sem ætla að fara að bjóða fram núna til sveitarstjórna. Og ég meina þau segja að þjóðin mæti á mótmæli niður á Austurvelli og svona, þeir með svipað skoðanir svo sem og Miðflokkurinn, það ekki? Fórustummaður þessa hreyfingar, hann sagði að það væri 70% landsmanna sem verið sammála þeim. Nákvæmlega. Ég held að megi líka ekki gleyma einu, eða sko það sem ég að gagnrýna að þú veist tiltekið þingmaður má ekki segja neitt í ræðupúlti og hans að það veki umræðu. Ég finnst þetta að vera alveg svakalegt sko, plattforminu sem honum gefið nú mikrofónin og vægi í samfélagslegri umræðu. Svo má heldur ekki svo verður að muna líka eftir til dæmis árangursríku kvennabaráttunni 75 til 85 eða svo. Þar var húmórinn allsráðandi og það allt í lagi að bara draga fólk svolítið sundur saman að hjá því og þú veist ekki að þess að vera anstíkileg og allt það sko, en bara nýta svolítið húmórinn og nýta svolítið eitthvað pönk og ég meina það sem hægri öflin gera rosalega mikið í dag svo kallað jacking, just asking questions. Já, ég bara spyrja. Ég bara spyrja, þetta ekki endilega mín skoðun og þú veist, þá hægt að mæta því bara, þú veist, þetta ekki endilega mín skoðun en það bara eðlilegt að leggja frá þessa spurningu eða kall mér að vera með kosningarétt. Skilurðu, þetta ekki endilega mín skoðun en bara áhugavert að ræða hana. Þeir eru nú búin að stýra ég meina já gera bara eitthvað svo tíminn að hlaupa frá okkur eitt mál viðbót. Hvað fannst ykkur að Sigurður Ingi ætli ekki að sækja þetta endurkjöri? Það kom nú ekkert voðalega óvart fannst mér. Nei, það steig þarna til hliðari svona fór úr efsta sætinu fyrir kosningarnar síðast og það fannst mér bara gefið til kynna að hann væri að svona fara bara hætta alveg. Sigurður Ingi ótrúlega viðkunnulegur maður og og hann ég held að hann hafi bara séð þarna og þetta var bara komið gott á hans Framsóknarflokkurinn formið Framsóknarflokksins hafa oft átt að segja á því hvernig þeirra tími komin og hafa hætt að það verður alltaf að gerst áður og þannig það kom ekki óvart en það verður áhugavert að sjá hverjir ætla að stíga fram og gefa kost á því. Það er verið að tala Willum, það er verið að tala Einar Þorsteinsson og Lilju Alfreðs náttúrulega. Þetta allt saman fólk sem hefur bara fallið sko. Já, en svo náttúrulega það ekki undir þetta flokk og sæki eitthvað sem næri ekki inn á þing. Framsóknar maður veit að það manna best að ef þeir halda bara áfram siglunni þá komast þeir stundum upp og stundum niður. Hann sagði það svo skemmtilega nefnilega. Hann sagði að við erum alltaf bara inn út við erum alltaf verið þar. Og ég meina kannski þetta halla, ég veit ekki. Ég held líka, talandi bara svona inn úr mínum bransa, þá held ég að það mjög margir
það eru alveg furðulega margir listamenn sem fara að kjósa Framsóknarflokkinn var Lilja Alfreðsdóttir. Nei, engin spurning. Það er í forsvari vegna þess að hún bara almennt held í viðurkennd sem einhver besti menningarmálaráðherra sem við höfum átt. Þannig að það gæti alveg verið leikur á borðið fyrir Framsóknarmenn eða langar í einhverja listamenn sko. En það er náttúrulega kannski ekki verið heimakæri þar sko, heimavannir þar sko. Það er einhver atkvæði þar sko. Einhver, en það kannski missaður einhver bændur í staðinn, ég veit ekki. Ég veit það ekki, það er náttúrulega komið nú Þröstur Helgason farin að stýra Bændablaðinu og Kristján B. Jónasson farin að skrifa þar og þetta er náttúrulega allt. Það er að verða bara samruni. Þetta er lesbókin og Framsóknarflokkurinn er að gangi eitt sko. Bændur eru náttúrulega á listamannlaunum eins og Laxness benti á hérna. Já, sameiginlega hagsmunir sko. Sameina þarna búverasamningurinn og listamannalaunin farið bara það er bara að fara í eina sæng. Nei, að því vorum að tala miðflokkinn áðan sem að gerir með svona þetta er þróun íslenskunar. Það er eitt af þessu sem er mjög skrítið að sé ekki í umræðu í samfélaginu, svona eitthvað svona stór átak varðandi íslensku. Það er svolítið í sambandi við tæknina að gervigreindin læra hana en ekki svo kannski mikið að börnin okkar læra hana sem að gefur finnst ykkur það ekki svolítið skrítið að við ættum að vera í einhverjum þar sem við verum að stofna svona menningarsjóði og fleira bara hægri og vinstri. Ég er kannski einhverju búblu þar sem að svo krafa er bara uppi alla daga sko. Að það þurfi að bara margfalda íslensku kennslu á landinu, bæði náttúrulega í grunnskólum fyrir börn en ekki síður fyrir innflytjendur. Íslensku kennslu og framleiða meira á íslensku? Það er bara svo dýrt og það er engin til í að borga fyrir það. Það er ekki dýrt sko. Það er dýrt að framleiða. Þetta er ódýrt að fólk sem getur fengið í vinnu, það eru rithöfundar og skáld. Það er að vinna fyrir undir lágmarkslaunum. En af hverju er þá aldrei verið að búa til ný námsgögn og eitthvað er það. Það er einhver ástæð fyrir við erum ekki að skrifa nógu marga bækur fyrir börn og unglinga. Það snýst náttúrulega ekki bara bækur, þetta er náttúrulega svo við verða sjónvarpsþætti. Voru að tala það áðan bara TikTok. TikTok. Magnið af efni sem er framleitt fyrir þann miðil er þannig að það kæmist aldrei neitt yfir að þýða það sko. Það verður á ensku. Það er bara og þetta er það sem börnin okkar er allast upp á. Bubbi var að kvarta undan hvernig farum íslenskuna. Skrifaði grein í mokkan. Við veitum þetta eiginlega bara ekki að það var náð inn í stjórnmálið. Þetta er okkur svona svaða, ég hef þungar áhyggjur af þessu. Það er enginn með einhverja sko raunverulega tillögur eitt eða neitt. Þetta er kannski eins og með suma þessum málefnum sem er fólk, ég veit ekki hvort það er satt en ég held að fólk líti almennt á bara að þetta sé svo dýrt að það sé ekki hægt að gera þetta í þessu. Þá getum við bara sagt okkur við það að íslenska muni fjara út á næstu 3 kynslum. Eða gervigreindin bjargi þessu. Já, ég meina, er það ekki bara það sem mun gerast? Og er það bara svo ræðilegt? Ég bara spyr sko. Nei, við verðum að það verður einhver að hugsa á íslensku sko. Við verðum að koma inn í íslenskuna einhverju hugsun og hún getur ekki staðnað bara eins og gelíska eitthvað þar sem það verður að gerast eitthvað. Einmitt. Það var svolítið áhugavert, ég var að velta þessu fyrir mig með gervigreindina núna. Ég sá sem sagt hafa hann fyrir því bara við Eiríkur Rögnvaldsson, ég held alveg að vera áranlega hann sem skrifaði það á Facebook að það væri óheppilegt að gervigreindin væri mötuð of mikið á gömlu efni vegna þess að þar væri þú veist bara kvenfyrirlitning og það var alls svona pólitískir hlutir sem myndi þá lita bæði málfar og hugsunarhátt. Það má þetta svona gervigreindin kýs miðflokkinn. Já, sem ég held reyndar að sé það er nú ýmislegt á internetinu í dag og í bókum í dag sem er líka alveg hræðilegt og ég er ekkert alveg endilega viss að það sé verra að hún lesi Halldór Laxness heldur en bloggi hans Snorra Mássonar. En það er önnur saga það sem ég fór alltaf inn að velta fyrir mér í tengslum við það er bara það ef þú lætur hana ef gervigreindin verður svona snapshot hugsun af hugsunin eins og hún á sér stað akkurat núna að þá er það líka hugsanlega einhvers konar freisting sem við getum þurft að fara að borga fyrir eftir 30 ár þegar við viljum vera laus úr viðjum ásins 2025 einhvern veginn en veistu það sem ég er búin að vera lengi að velta fyrir mig bara að ég nota mikið bækur sérstaklega svona handbækur og ljóðabækur og slíkt og les það og það er engin þessar bóka þessar upplýsingar eru hvergi á internetinu, ekki á TikTok, ekki Instagram, ekki Facebook, ekki bara Google og þannig að þegar að unga fólkið okkar er að skrolla dömskrolla eins og það heitir er að leita einhverju, það poppar aldrei neitt upp þú veist Ísland farsaldafrón eða eitthvað skilji þú veist, hvað ef það væri bara einhverjir
þannig inni að bara fara að lesa upp úr einhverju veki einhvern áhuga á íslensku bókmenntum nú eða bara setja þetta á netið bara svo slæmt að Þórbergur eða Jónas eða þú veist bara, ég veit ekki Tómas eða einhverju, séu bara á internetu má það ekki bara? Ég er hlindur þessu, ég vil bara fá öll ljóð sem hafa verið ort á íslensku, bara inn á ljóð.is og bara helst á öllum þýðingum og öllum tungumálum og svo bara borga skáldunum fyrir það hvað sem selja ekki nema 200 bækur og það bara eins og aðra 200 bækur í viðbót og við bara eigum þá bara allt sem er ort á íslensku frá upphafi á netinu. Það er til fordæmi svona vefið þar sem allavega mjög stóri gagnvíkurinnar með ljóðum og miklum þýðingum, Lyrikline til dæmis sem er frábæri vefur og fleiri en það sem ég myndi vilja halda til haga er að ég held að vandamáli sé ekki líka bara það að TikTok sé hvaða upplýsingar eru á TikTok eða hvaða heldur það bara hvernig TikTok fungerar og þetta endalausa mat á hvernig við erum mötuð upplýsingum, hvaða áhrif það verður þá, hvernig við hugsum það sé það er miklu frekar heldur en eitthvað annað sem sé að dreipi okkur heilan sko. Þannig ég myndi segja bara þú veist ef að gera börnunum eitthvað gott þá er endilega sendið út úr bókasafna og kíkja í ljóðbók og handbók en það má, sko TikTok er samt sem áður ekki eins og mörg halda bara eitthvað svona skemmtilegt og eitthvað þannig krakkarnir eru fannin að nota það miklu frekar til og það er tempo það er algoritminn vill halda þér viðan vill halda heilanum í þér þreytt nei sko lengri TikTok eru farin að vera alveg vinsæl líka og ungt fólk notar orðið TikTok frekar en Google til þess að leita sér upplýsingar þannig við þurfum að setja þær inn það sem þeir eru bæði á TikTok og þá haldið þið bara umræðin áfram á TikTok en Sigurður ætlar að skipta Já, ég ætlaði bara að segja að tíminn okkar er farið frá okkur eða við erum búin að nota tíminn okkar og þannig ég þakka ykkur Lára, Eiríkur og Drífa og hér eftir vera Róbert Marshall, Ásta Lóa Þórsdóttir og Halla Gunnarsdóttir augnablisli Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.